Ég heiti Linda og ég ætla að fara með ykkur í kjötmat á fæti. En kjötmat á fæti er gott svona verkfæri. Það er hægt að nýta í uppeldinni á nautunum og svona kvígunum í rauninni líka. Það er hægt að nýta þetta við val á ræktunargripum, svona hvaða gripi í rauninni hvaða gripi ætla ég að nota í áframhaldandi ræktun með tilliti til kjötmats og flokkun. Og svo er þetta náttúrulega mikilvægt tæki til þess að vita hvenær eru gripirnir mínir tilbúnir til þess að fara í sláturhús. En ég ætla að byrja á því að tala um hvaðan við fáum holdafyllinguna. Náttúrulega númer 1 er ætterni og það er svona arfgengi frá föður og það hefur mikið að segja. Auðvitað eitthvað frá móður en aðalatriðið er þetta arfgengi föðurs. Við höfum náttúrulega áhrif á holdafyllinguna með hlutfalli próteina og kolvetna. Hvenær eigum við að leggja áherslu á prótein og hvenær eigum við að leggja áherslu á kolvetni og hvernig hámörkum við vaxtarhraðann og þar af leiðandi í rauninni holdafyllinguna og hvenær getum við séð hvenær gripurinn er hentugur í okkar ræktun og hvenær ekki. Síðan er það aðbúnaður. Þannig eins og við sáum í Möðruvallatilrauninni að þegar að fyrsti hópurinn fór í sláturhús úr Möðruvallatilrauninni að þá jókst vaxtarhraðinn á hinum nautunum sem eftir voru og má alveg heimfæra það á aukið pláss og svona fleiri fermetra til þess að hreyfa sig í. Þannig að þetta hefur allt áhrif. Það er í rauninni skipt í 2 hluta, að meta fitu og síðan að meta vöðva. Þetta er sitt hvor hluturinn þannig í mati. Þannig að við getum ekki að horta sömu staðina þannig sé. Eða svona halarótin í fituflokk 1 og 2 þá er halarótin með mjög svona strekkta húð og það finnst ekki mikið fóðring á halarótinni og maður sér að það verður ekki svona þessi púði sem við sjáum reyndar oft. Eftir því sem að fituflokkurinn síðan hækkar að þá verður svona, það safnast fyrir ef maður klípir svona sitt hvoru megin við halarótina að það verður alltaf meira svona svamplaga og það hreyfist meira þegar hann eða hún gengur og endar síðan á því í hæstu fituflokkunum að það er mjög mikil fóðring þarna bæði sitt hvoru megin við halarótina þar sem við eigum að meta og alveg yfir og ofan á halarótar endanum. Rifbeinin, ég ætla að fara næst í þau maður sér, þetta er svona mjög gott tæki á að meta fituna, maður sér að fitan hún safnast þarna utan á eftir því sem þau verða feitari og í fyrstu fituflokkunum að þá sést rifbeinin þokkalega vel og það koma svona djúpar lægðir þarna inn á milli rifbeina og maður finnur þetta mjög greinilega líka með handarbakinu. Eftir því sem að fituflokkunin verður meiri að þá myndast einhvers konar svona bara hula eða svona bara fóðring á rifkassan og maður getur strokið með lófanum yfir rifjakassan og maður finnur ekki fyrir rifbeinunum svona eftir því sem að verður meira og maður finnur að maður á þokkalega langt eftir inn í gripinn til þess að finna fyrir rifbeinunum. Þver og háðhorn, það er best, eða allavega þegar ég hef verið að meta
þetta þá finnst mér best að setja hendina yfir gripinn ef við erum með tökubás. Þá finnst mér best að setja hendina yfir gripinn að þá finn ég sko þverhornin mikið auðveldara eða þú veist heldur en að vera að setja lófan mín megin. Ég veit ekki hvort þið skiljið mig. En þetta svo þver- og háðhornin sem eru rétt eftir mjaðmagrindina og þau standa svona út áður en að áður en að þar sem að svanginn kemur og þar. Þannig að setja hendina yfir og finna þar fóðringuna utan á þeim beinum. Og þegar gripirnir eru mjög grannir þá finnur maður, það kemur alveg svona gjá inn á milli þverhorna og þetta svona eins og kannski að strjúka yfir svona, hvað ég segja, stóra greiðu eða eitthvað. Maður finnur að þverhornin ekki fóðruð á endanum. Þannig að það svona, Síðan eftir að fitu flokkunin verður hærri að þá finnur maður að það kemur lítil fóðring á milli rifbeina en svo meira svona utan á rifbeinin, þau verður svona kúftari og mýkri og svo eftir því sem við erum komin hvað hæst í fitu að þá finnur maður raunin ekki fyrir þessum beinum lengur og ekki heldur háðhornunum upp á. Þó að maður gefi svona smá þrýsting ofan á að þá finnur maður ekki fyrir beinunum. Þannig sé sko. Nári og bringukollur. Það svona kannski ekki eins niðurnjörvað á flokka eins og hitt. En eftir því sem að gripurinn magrari að þá húðin stífari í náranum og maður sér þegar maður horfir á gripinn á hlið og svona 1-2 metra frá og að þá sér maður að húðin mjög stíf frá lærinu og yfir á kviðinn. Og eftir því sem að gripurinn feitari að þá verður þessi húð alltaf lausari og lausari í sér og alltaf þykkara sem að þú getur klipið í rauninni á þessu svæði. Og þetta, til dæmis ef þið eru að meta fitu á kvígum að þá safnast bæði fyrir þarna og meðfram júranu hinum megin við lærið. Og maður finnur það líka þegar maður í rauninni fer aftur fyrir þær og leitar sitt hvora megin við júr endan á lærunum. Ég veit ekki hvort þið skiljið mig, en þar svona verður mikil fitusöfnun líka þar sko. En aðalega eða þú veist, það auðveldara að horfa á náran og þetta fyllist og verður svona gott stykki til þess að klípa í og hreyfist líka mjög mikið þegar gripurinn að hreyfa fæturnar, afturfæturnar. Og bringukollurinn að hann það svona sama, hann fyllist eftir því sem að fitan verður meiri og í rauninni þegar við erum komið með góða fyllingu í bringukollina þá verður línan frá hálsinum og undir kviðin á gripnum svona rúnaðari. Það verður svona meiri svona kúpt lína á bringukollinum og auðvitað hann verður stærri og fylltari. Síðan ætla ég að tala vöðvafyllinguna en afturendin eða lærin, þeim í rauninni hægt að skipta í þrennt. Það þessi miðlæri og síðan efri og neðri læri. Miðlærin, þau segja okkur mjög mikið bara þau stjórna því hversu kúpt lærin verða, þó að hitt hefur auðvitað áhrif líka. Að þau stjórna því svolítið að hvernig lærin í laginu og eftir því sem að þau eru kúftari að því flokkast nautin hærra. Síðan horfum við á hvernig lærin ná að halda sér niður legginn og í neðri lærunum. Hvernig vöðvafyllingin, sjáum við að
lærin í rauninni stoppa miklu hærra heldur en þau í rauninni gætu farið neðar eða svoleiðis sko og eru þau mjög grönn og já, þannig að við skoðum neðri lærin líka. Efri lærin eru síðan svona áframhald af í rauninni miðlærunum og halda áfram með svona kúpta línu alveg upp á bak og í rauninni lend og já, í rauninni gera gripinn svolítið svona kúptan að aftan, svona efri hlutan og það náttúrulega eftir því sem að gripurinn kúptari þá verður hann eftirsóttari og flokkast betur. Og við höfum alveg séð kannski góð læri en efri lærin, maður sér að hann verður svolítið svona, þríhyrningslaga að ofan. Þó að lærin ná að vera svolítið kúpt kannski neðarlega. Þannig að þetta ýmislegt að hugsa þegar við erum að tala lærin. Lendarnar, það bara sama eftir því sem að, þú veist, P-lendar eru yfirleitt svona já, beinin eru sýnileg og það lítil svona vöðvafylling og svona alltaf þessi þríhyrningslaga sem manni dettur í hug, þeir eru svolítið svona, það engin svona kúpt lína og svo eftir því sem fara í og U og R að þá verður línan kúptari og rúnaðari línur á nautinu. Herðarnar, þær náttúrulega breikka og þykkjast og alveg upp í rauninni að öxlunum og hálsinum og yfir á bakið að þetta verður svona, já, kúlulaga, rúnað, en í svona P og O að þá sjáum við akkurat þessa þríhyrningslaga gripi þar sem að sést mikið í beinin og það ekki mikil fylling og það eru svona hvassar línur og svona, þú veist, já, maður sér augljóslega litla holda fyllingu. Ég ætla að sýna ykkur líka eina heimasíðu sem að mér finnst mjög sniðug, sérstaklega maður að pæla í þessu. Virka hjá mér. Þessi heimasíða mjög sniðug. Getur maður séð sko í rauninni fitupunktana sem maður að fylgjast með. Hérna halarótin eða halinn og rifkarsinn og bringukollurinn. Síðan hérna axlirnar, lendarnar og síðan lærholdin. Svo eru þeir með svona, þar sem að hægt að í rauninni fikta aðeins í þessu. Hérna erum við með O, hérna farið að sjást í rifkassan, það hérna fituflokkurinn 2 og vöðvafyllingaflokkur O-. Og þið sjáið að það svona pínu þríhyrningslaga hérna og það sést í rifkassan, það ekki mikil einhver svona fylling í bakinu og svoleiðis. Og við getum séð hérna, það snýst hérna og fancy. Og hérna sjáum við til dæmis, það þessi þríhyrningslaga hérna sem ég var að tala um. Fyllast lendarnar lítið og hérna gripurinn bara svona hvass eins og maður segir. Svo fyrir við í U. Það sést ennþá í rifkassan. Sjáu þið, af því að fituflokkurinn annar. En sjáu þið hvernig bakið endar, þú veist, háð og þverhornin, að þau eru ekki lengur eins, ekki eins greinileg, af því að í rauninni bakið fyllist hérna, vöðvafyllingaflokkurinn fyllist, mér finnst þetta reyndar svolítið mikið þetta, en allt í góðu lagi. Og þið sjáu hérna efri lærin fyllast mjög mikið. Þetta náttúrulega svona kannski ýkt mynd, ég segi það ekki, en sjáu að þríhyrningslaga, hann ekki þríhyrningslaga lengur allavega.
miklu meiri fylling hérna, maður sér ekki eins mikið beinin, sama hérna, öxlin hérna, þú veist, hún miklu rúnari og svoleiðis. Svo prófum við hérna að fara í fituflokkinn. Mér finnst það reyndar ekki, en veist það þá sjást. Jæja, en hérna sjáum við bringukollarinn verði rúnari, það meira hérna nárin sem ég var að tala um, meiri fylling hérna í náranum. Sjáum við hérna, já, þetta líka kannski svolítið ykt mynd, en hérna það sem ég var að tala um áðan með með fituna, að hún safnast hérna fyrir og stundum, já, allavega á íslensku þá verður alveg svona svakaleg fóðring hérna aftan á setbeinunum. Það kemur ekki eins mikið í holda, ég hef ekki séð það eins mikið, nema þær hafi kannski fengið rosalega gott eld eftir kynþroska, en allavega safnast ekki eins mikið hér, ég myndi hugsa frekar um halarótina. En svo var ég að tala um meðfram júranu á kvígunum, það hérna. Sem sagt, já. Já, hérna bara sama, ég geti séð hvernig fitan í rauninni safnast á bæði afturendan og á rifbeinin. Svona pínu, já. Svo hérna holdaflokkunin. Hann bara skrapp saman. Sjá hvernig lærin fyllast, hvernig herðarnar í rauninni, hún verður kúftari hérna. Svo getið þið náttúrulega séð hér. Þetta mjög skemmtileg mynd, þá sjáum við hvernig fituflokkurinn í rauninni hefur áhrif á, sko, bæði í rauninni innan vöðva fituna, hún klippir meira af vöðvanum og að í rauninni, þú veist, fitan hérna utan á þykkar ekkert smá mikið og í rauninni augað á vöðvanum helst mjög fallegt, sem það sem við viljum endilega fá. Ekki það að fitan mjög góð á bragðið. Hérna hægt að skoða síðan alls konar svona hvernig í rauninni vöðvinn þróast eftir flokkun og þið sjáu að það kemur svona þessi þríhyrningur sem ég að tala um hérna. Þetta sem sagt bakið eða þú veist, já. Þannig að þetta í rauninni það sem að við sjáum hérna þríhyrningurinn þegar við horfum á gripinn. Já, svo bara steikurnar hérna. Já. Ég ætla ekki að fara meira í þetta, þannig að bara endilega hafið samband ef ykkur vantar aðstoð með í rauninni með þetta. Það er alltaf hægt að miðla upplýsingunum áfram og aðstoða við bæði mat á fitu og mat á kjöti eða kjötfyllingu, holdafyllingu. Þannig að ef ykkur vantar aðstoð þá endilega heyrið bara í mér. Takk fyrir mig.